Vigdís, hvað þér efst í huga á þessum tímamótum þegar við fögnum því að 100 ár eru liðin frá því að við fengum loks kosningarétt konur? Hvað mikið hefur áunnist. Það hefur gríðarlega mikið áunnist því að nú þykir sjálfsagt að konur fari til mennta og hasli sér þann völl sem að það óska eftir að vera á. Það hefur áunnist, en það sem á móti kemur það að þessi veröld svo vond og hún er verri við konur heldur en ofbeldið er verra við konur heldur en karla. Af hvaða meiði það? Ég held að, ég þori nú alltaf að segja það því ég er ekki sálfræðingur en ég svo hrædd að þessi öryggisleysi karla þeir fara að verja sig þegar konan verður svona andlega sterk. Hún er alltaf verið andlega sterk en núna er hún þar að auki svo sterk á námsbrautum og sem sagt að hasla sér völl. En engan síður þá er einhver ósýnileg hönd sem heldur alltaf niðri að konur eru eilítið lægri í launum. Og hvaða ósýnilega hönd er það? Það er önnur ósýnilega hönd sem ég oft minnist á. Að það er ef að konur fara að verða eitthvað, að vilja eitthvað upp á dekk, þá kemur ósýnilega hönd og breytir tískunni. Styttir pilsinn, diffkar hálsmálið og svona eins og áminningsstelpur muniði það að þið eru kynverur fyrst og fremst. Þið eigi ekkert vera að baksa þetta með höfðinu. Og mér finnst alveg ábyrgandi þegar einhver staðar svona tímamót að konur hafa sýnt sanna sig eitthvað mikið, þá byrjar þetta. Þá skulum við fara að klæða okkur og minna okkur að hækka hælana. Hækka hælana og allt þetta og láta, sem er mjög erfitt fyrir konur því það er líka gert til þess að veikja þær því að það skjögra á pinna hælum. Og geti ekki tekið fótana ef einhver ætlar að verða illskeyttur. Í samfélaginu nútímans er svo mikill flótti vegna þess að til svo mikið af maskínum, að til svo mikið af tækjum sem að hægt er að flýja í. Ég er náttúrulega búin að vera lengi á jörðinni en þó ekki lengur en svo að ég var með tölvuvætt fyrir 40 árum. En þar á undan var bókin okkar flótti. Og bókin og lesturinn, það síast alltaf eitthvað inn í því, það er ekki leikir. Bókin og lesturinn til dæmis þýddar erlendar sögur eða maður les erlendar bóka á erlendu tungumáli þá líkst upp fyrir manni heimur sem er öðruvísi heldur en manns eigin og maður fyrir að setja hana heima á sviði í höfðinu og gerir það sjálfur. Farið ekki á mynd. Þessi ósýnilega hönd sem þú nefndir, er hún að ýta niður launum líka í kvenstéttunum? Hún er alltaf verið það. Hún er alltaf setið á launum, þessi ósýnilega hönd, hún er alltaf setið á launum kvennastéttanna. Hún er ekki ýta niður, þetta er bara... En þetta er eitthvað sem maður verður að berjast fyrir. Jafnrétti í launamálum. Alveg eins og jafnrétti, bara jafnrétti eru mannréttindi. Þess vegna sakna ég svo orðsins kvenréttindi. Af því að kvenréttindi, það er íslenskt orð og það er alveg gagnsætt. Veist alveg hvað að ræða. Og kvenréttindi það kallast á mannréttindi. Og þá er komið inn þetta nýja orð, feminismi, feministar, sem er ekki gagnsætt. Og í útlöndum þá er það árásarkennt orð. Það er frek kona, hún er feministi. Og þar vill maður vist ekki vera? Enginn vill vera frek kona? Nei, og við viljum helst ekki kallarnir haldið við síðan. Nei. Það er það sem er erfitt í þessu. En það fennir í sporinu, mér langar svo að þú rifjir upp með okkur 1975, 24. október og hvað það síðdegi gerði síðar í líf okkar, ekki síst þínu. Það var náttúrulega alveg magnaður dagur. Hann var skipulagður með ársfyrirvara og það var 1973 að Sameinuðu þjóðirnar gáfu út tilkynningu að næsta ár er helgað konum og umræðum konur. Og Sameinuðu þjóðirnar hafa haft þetta núna í nokkur ár, í áratugi, að helga ár einhverju ákveðnu, ár trésins, eins og ár kartöflunar og það var náttúrulega til þess að vekja athygli á hungrinum í heiminum. Og þetta er svona eins og Kínverjar sem hafa ár drekans
í sínu tímatali. En þetta bara ákveðið inni hjá Sameinuðu þjóðunum til heilla fyrir mannkynið. Og að þessu sinni, 1973, kemur allt í einu rödd að vestan frá New York sem segir þetta. Næsta ár verður helgað konunni, kvennaárið. Og þá það snjallarkonur, alveg eldsnjallarkonur, sem sjá þarna tækifæri. Og þær koma saman til þess að skipuleggja eitthvað viðburð sem að gæti haft áhrif. Og þeim dettur þetta í hug að reyna að gera 24. október, sem dagur Sameinuðu þjóðanna alls þar í heiminum, að þeim dettur í hug að reyna að koma því á að hægt sé að hafa kvennafrí. Að konur geti komið einhvers staðar saman og fengið frí hjá sínum yfirmönnum. Og þetta tók alveg gríðarlegan tíma að undirbúa þetta. Og ég oft spurð út í heimi, hvernig fóruð þið að þessu, hvernig þetta hægt á Íslandi? Og svarið alltaf jafnan þetta tekur mjög langan tíma og það verður að undirbúa þetta bara og ekki með neinum trumbuslætti, heldur hægt og rólega og bítandi. Og þeim tókst þetta og tókst að búa til net allt land. Það voru nefndir alls þar og nefndir sem þögðu. Og þannig að það lá í loftinu, áttalík í loftinu, að þetta hefði ekki kvísast ef við sýkt margir þetta. En auðvitað vissu kallarnir þetta vel. Já. Og þarna fannst mér íslenski kallar vera mjög, eins og sjómennirnir, mjög hliðhollir konum. Þeir skildu þetta. Og ég man ekki eftir að hafa heyrt nokkuð kall sem var með múður. En þær fóru til sinna yfirmanna, þar sem voru í verkamannavinnunni og fiskinum og verksmiðjunum, fóru til yfirmannana og öllum viðskiptum og bönkum og skurðstofum og báðum þetta frí, bara í eftirmiddag, takk. Langar að hitta, vinkonur ætlum að hitta sem það á torgi. Í Reykjavík var það á Lækjartorgi, hér var það á Ráðstorginu og í öllum byggðum á landinu þá var það á meginsvæðinu. Og þar var haldnar ræður, skemmtilega ræður, og þar var sungið og þá var saminn söngurinn Áfram stelpur, sem við höfum heyrt, og það var lengi slagorð, Áfram stelpur, standið ykkur. Og þetta var algjörlega ógleymanlegt. Ógleymanlegt af því að að þjóðfélagið bara framleiðslulega séð var það hætta, stoppaði. Fór bara alltaf hvolf? Já, það bara stoppaði, það fór ekki hvolf. Það bara staðnaði allt saman þennan eftirmiddag, þennan dag. Það var enga fiskibólar sett niðursáður í dós eða til dæmis eða sardínur og það var ekki flaggaður fiskur og það var bara, þá sást svo vel í þjóðfélaginu hvað verk kvenna eru mikilvæg. Og ég hef það orðalað alltaf að þarna sönnuðu íslenskar konur að þær eru máttarstólpar þjóðfélagsins eins og kallar. Og það finnst mér nefnilega mjög flott. Og það höfum við vitað þetta í allar aldir. En það bara aldrei verið talað það. Nei. En það fór svo margt í gang þarna og 5 árum seinna ert þú kosin forseti. Já, svo gerist þetta sérkennlega að 5 árum seinna þá tilkynni Kristján Eldjárn að hann ætli ekki að halda áfram í forsetaembætti og þá byrjað að leita og það kemur strax eftir að Kristján tilkynnti þetta þá strax farið að tala við erum að fá konu og það leitað til kvenna víða og sem að fundust þær ekki vera tilbúnar í þetta og allt í einu kemur lesendabréf í síðdegisblaði í Reykjavík og byggjum hann að Vigdísi að vera. Þá var ég í leikhúsinu og fólk þekkti mig og ég hafði verið í sjónvarpinu og kenna frönsku og svona. Og ég alveg fyrir það að ekki tróða sér fram. Sko. Það var uppveldi kvenna af minni kynslóð ekki að tróða þér fram, ekki að láta á þér bera. Bara ertu til hlés.
stattu þig í því sem þú ert að gera, en ekki láta bera þér. Og mér finnst það svo fráleitt, sko, ég blíði þess mér svo fyrir það, að einn í leikhúsinu góðu vinur minn sagði, hvað, allar ára forseti? Og ég fór alveg mér leiði mjög allavega, ég man ekki roðnaði alveg niður á bringu. Og síðan var bara byrjað að ýta á mig. Og það var búinlega setið leikhúsið, fólk bara, það komu allir streymdi niður og ég var að fara að skurðstofunni. Þetta gekk svona í viku 10 daga, sko. Þetta gekk lengi. Þangað til að það var akkurat leikhúsið sem sagði við mig, þú verður að taka afstöðu, þú verður að hafa vinnufrið hérna, þú verður að taka afstöðu. Og við viljum að taka afstöðu, jákvæða afstöðu, við stöndum á bak við þig. Og þú ert bara oddvitinn. Og þá gaf ég eftir, ég ætlaði bara að vera oddviti, sko. Ég sá alltaf miklu oddvita í sveitafélagi og listamyndin allir á bak við mig. Svo ég lét eftir, sko, gaf undan. En ætlaði aldrei að fara í þetta. Og ég meira ætlaði að stinga af og þá sagði mér vinirnir að það er á seint, blaðamennir eru að koma, þú eru bara. Þá fer maður náttúrulega að setja og greiðir sér og setur í sig karminn og allt þetta. Svona geta fyrir sig í þá dagann. Svo fór ég allar koppagrundir, ég fór all land og það voru nefndir sem voru skipuleggja ferðir og einhvern tímann heyrði ég að ég fór í flugferðum og mikið í rellum. Einhvern tímann sagði einhver strákur við mig, þú ert komið flugmannsprófið eftir viku og þú heldur svona áfram. Því ég sat alltaf við hliðina á frumvarinu og var að horfa á hann vinna. Tókst einhvern tímann saman hvað þú flugst? Nei, ég tók aldrei neitt. En ég fór út allt og ég held að hafi viljað mér til láns að ég þekkti landið vel. Ég þekkti landið svo vel að því ég hafði skipulagt ferðir. Ég ferðaskurðstofu ríkisins, þekkti dali og fjöll og þjóðsögur og ég talaði alltaf umhverfi fólksins það sem ég var. Ég hélt ákveðna ræðu hver væri mér hugðarefni og svo talaði ég fólki vissi að ég þekkti það. Hvað vil fólk heyra? Það vil heyra sjálft sig. Já. Ekkert annað. Mér langar að þú gefir ungu fólki, bæði strákum og stelpum, ráð, hvernig eigum við eiginlega að nesta þau fyrir lífið. Þannig að jafnréttið náist, kvenréttindin. Ég held að maður þurfi bara að segja uppátt að standa með sjálfum sér. Stattu með sjálfum þig og það tekur tíma að venja sig á að standa með sjálfum sér. Ekki fara á flótta. Því að tími ungs fólks, það kemur aldrei aftur. Nei. Það kemur aldrei aftur að vera 18 ára eða 19 ára. Og þannig að það er mjög mikið svirði að standa með sjálfum sér þegar maður er 18-19 ára og reyna að gera upp við sig hvað vil ég, hvað ætla ég að gera. Því það kemur sá tími að menn bæði strákar og stelpur verða að fara heiman og verða að geta séð fyrir sig sjálf. Og svo náttúrulega flótti eins og eiturlyf og svona það er náttúrulega vonska heimsins. Hún er alltaf verið til, kannski ekki í þessu mæli sem hún er. En fyrst og fremst að standa með sjálfum sér og reyna að gera upp við sig hvernig ætla ég að hafa þetta í lífinu. Taka ábyrgð. Taka ábyrgð á sjálfum sér. Ég er náttúrulega af þeirri kynslóð sem fór ein út í heim og fór að stúdera út í Frakklandi. Og það var enginn til að passa mig, ég var bara að passa mig sjálf. En ég vissi hvað ég vildi. Ég vissi ég ætlaði að læra þetta tungumál og ég ætlaði að kynnast þessari menningu. Talandi um tungumálin, hvers virði er það að hafa tök á mörgum tungumálum? Það er nú svo mikils virði að ég get eiginlega ekki lýst í. Tungumálin eru lykillinn að heiminum. Það er lykillinn að því að komast og skilja heiminn og skilja hina ýmsu menningarstrauma. Algjör lykill þar. En íslenskan okkar verður að vera undir staða alls? Já, við eigum náttúrulega ekki dýrmættara heldur við erum þjóð af því við eigum þessa íslensku. Landi bindur okkur ekki nærmast mikið saman eins og tungan. Það er tungan sem bindur okkur saman. Við getum alveg lifað á þess að vera hérna alltaf á þessu landi. En ég hef ennþá ekki hitt neitt sem er að til dæmis í framhaldsnámi í útlöndum með börn sem ekki að velta þið fyrir sig hvernig við komast heim með börnin.
vegna þess að tungumálið og fjölskyldan, þetta er ein heild, það er eining. Og svo er þetta svo, náttúrulega tungumálið er líka sjaldgæfur gimsteinn. Þetta er eitt af elstu tungumálum í heimi og hefur verið svona óbreytt svona lengi og hefur haft hefur þessa sveigjanleika að geta tekið ný orð og búið til ný orð. Þess vegna er ég svo leið þegar ég sé að það verið að taka inn alveg að óþörfu orðið maður og kalla alla karlmenn maður. Það stendur í Kringlunni, ég læt að fara svo í taugarnar á mér. Þegar maður kemur inn í Kringluna þá skilti, stórt skilti, konur, maður getur keypt það sem konur vilja kaupa. Svo stendur menn og þar er þessum búðirnar sem kallar getur keypt í. Og sko, gamla íslenskan, hún bara, maður er manns gaman, segir í Hjáamáli. Og það þýðir það að manneskjan er gleði manneskjunar. Og við eigum ágift orðið verið þetta karlmaður, kvenmaður. Ráðskona Óskars í sveit, hún er kvenmaður. Já. Ráðsmaður Óskars í sveit, hann er karlmaður. Já. En þú sagðir það hérna áðan í ræðunni þinni að okkur farnaðist vel að við innum saman bæði kynin, það væri nú það sem hefði kennt þér. Það sem þú hefði lært mest af í lífinu, er það ekki? Já. Það er nefnilega, því er alltaf ruglað saman að það er endlega verið eitthvað kæristir í. En andlegt atgjörfi karla og andlegt atgjörfi kvenna vinnur alveg gríðarlega vel saman. Vegna þess að sjónarhornin eru eilítið mismunandi og sjónarhornin kvenna og karla og þegar þessi sjónarhorn karla og kvenna sameinast þá er alltaf eitthvað gott í farvegi. En menn rugla þessu svo saman. Það er eins og að þurfi alltaf að vera eitthvað par úr því. Það er andlegt par, en ekki fólk sem ætlar að búa saman og deila reitum sínum. Látum þetta vera lokaorðin og þakka þér innlega fyrir að deila þessari visku með okkur í dag.